þá snýr þetta aftur núna. Af nákvæmlega sömu forsendum sem engin innistæða fyrir. Fullkomið rof, veruleika rof. Og það bara haldið áfram með þetta og menn heyri ekki neitt og þykjast ekkert skilja að þér trúa því vantanlega að almenningur sé ekki meðanóttum og það sé hægt að plata almenning og aftur með sömu brellunni. Þegar þú fann að gera það að markmiði að taka inn sem flesta og leið að skipta út menningunni sem fyrir þá ert að búa til hvað sem að verður. Við erum alltaf stórkostlegu tjóni og tjóni sem verður kannski aldrei aftur tekið. Það verið að færa samfélagið áratug aftur í tíman, það sem að bara efnamesta fólkið gat leyft sér að fara til útlanda, bara efnamesta fólkið að efna á því að eiga bíl. Vókið orðið svo inngróið í stjórnkerfið, í stofnanirnar, í fyrirtækin. Sigmundur Davíð, þú kærlega velkomin. Takk. Hvað segirðu gott? Ég segi nú bara allt ágætt núna. Er það ekki? Já. Gott að vera þú í dag. Já, jú, það gengur ágætlega í bili. Maður má ekki taka skoðanakönnunum og bókstaflega. Þær eru eins og menn vinna á, bara kannanir. En það sem ég er sérstaklega glaður með og kann nú að tengjast eitthvað stöðin í könnunum að það byrja aftur pólitísku umræðu á Íslandi. Og því ég afskaplega fegin. Einhvern tímann held ég við höfum rætt hér. Þennan hörmungartíma COVID-tíman þar sem að eitt af því sem að lokaði eða datt úr sambandi var stjórnmálaumræða og það hentar okkur afskaplega illa því við göngum út á að ræða pólitík hentaði sumum betur kannski flokkum sem vegnar best þegar að menn ræða ekki stjórnmál en ég er mjög fegin að við sem aftur komin í pólitíska umræðu og ég vona bara hún verði sem mest og þetta sem best það verði rökræða, það hefur verið skortur á því og vonandi endurheimtum við einhverju leyti raunveruleika tenginguna sem hefur vantað mikið upp á. Sko, ég var sem sagt pæla í, það sem sagt Þorsteinn V. Einarsson sem vonast eftir sæti einmitt hjá Miðflokknum, veit ekki hvort hann fái það, en hann sem sagt að endurvekja karlmennskuna sem sem sagt hans hlaðastáttur og sko, Henry Alexander kendi mér einu sinni í háskólanum og mér varst hann mjög áhugaverður kennari og mér varst mjög gaman að honum. Hins vegar þá hann í hlaðvarpinu og þá verið að tala svona það hvernig við þurfum einhvern veginn að móta betri umræðuhefð og að umræðuhefðin þurfi einhvern veginn að verða betri. Og ég fór einhvern veginn að pæla í þessu sko, ég googlaði bara Henry Alexander og Me Too og þá kom upp mál sem var held ég viku eða eitthvað nokkru dögum eftir Klaustursmálið sem að var málþing Háskóla Íslands. Hlerunarmálið eins og við köllum það, já. Já, það var málþing og það var að fjalla sko og málþingið bara yfirskriftina ekki eins hot í ár held ég að við heitið. Og þar var einmitt bara að tala það sko að það væri bara, hræðilegt að fólk væri einhvern veginn að hugsa sérstaklega þegar væri einhverju fyllerí og eitthvað þannig og alveg hræðilegt mál. Og ég fór að setja í samhengi sko við það að núna þegar að fólk sem hefur verið að tala mest fyrir vókinu og mest fyrir því að þurfa að skerra tjáningarfrelsi undir formerkjum þess að fólki einhvern veginn að líða betur allt í einu núna bara, heyrðu, ef við ekki verið bara að taka heilbrigða umræðu í þessu samfélagi og ég alltaf bara hvað er að tala mér þess að þeirra píratarnir sko hættu allt í einu við það að vilja kannast við það að þeir hafi verið að berjast fyrir vókinu sko. Já, þetta fólk er líka að fara að tala mikilvægi málfrelsis allt í einu, það finnst mér alveg kostulegt. Tjáningarfrelsi sé svo mikilvægt og eigi sér djúpa rætur í vestrænni siðmenningu. Fólki sem búið að vera að kveða það í kútin og ekki alls fyrir löngu bara kom hreint út með það. Það hefði verið mistök að hafa svona opna umræðu. Það minn ráð ekki við hana. En svona er þetta. Þetta er þessi skortur á veruleika tengingu og birtist með þessum hætti en vandamálið hjá þeim er náttúrulega blessuðum að það gengur ekkert upp í hugmyndafræðinni ef hugmyndafræði skildi kalla. Þetta stangast allt á. Þess vegna fór rökræða svona í taugarnar á þeim lengi vel og núna þegar þeir kannski skynja að þessi lendir í einhvers konar vörn að þá vilja þeir aukna umræðu en á sínum forsendum. Rétt eins og tilraunin til þess að binda það í auknum mæli lög hvað fólk má segja og hvernig ríkið eða fulltrúar þess stofnanir eða ala fólk upp í réttu hugarfari og tjáningu. Það náttúrulega snýst ekkert raunverulega hatusumræðu. Það snýst umræðu sem að þetta fólk hatar. Og fyrir vikið
mikilvægi þess að ná tökum á því sem að fólk að segja og benda á einhvern skort á rökréttu samhengi í málflutningi Vóksins. Og þetta auðvitað getur verið tiltölulega, skulum við segja, skemmtilegt að fylgjast með. En þótt þetta getur verið gaman, þá megum samt ekki líta fram hjá því að Vókið orðið svo inngróið í stjórnkerfið, í stofnanirnar, í fyrirtækin. En tala stundum þetta, sérstaklega kannski svona síðasta árið, eða svo að Vókið sé dautt og byggja það á þessu að það eru fleiri og fleiri að vakna og átta sig á hvers konar vitleyst var allt saman. Það er bara fólk út í bæ, það er fólk sem að hlustar á þig og fólk sem að fylgist með. En stofnanirnar, þær fylgjast ekkert með. Þær bara fylgja sinni stefnu algjörlega óháð því hvað almenningi finnst og halda áfram að innleiða þetta, eins og við höfum nú séð kostuleg dæmi úr Háskóla Íslands nýverið. En það sama má segja mjög margar stofnanir ríkisins sem að halda bara áfram á sinni braut af því að samfélagið og umræðan þar kemur þeim ekkert við. Þeir eru bara með sína á lífið og tilveruna og sinn eigin raunveruleika og ef að stjórnmálin lýðræðislega kjörnir fulltrúar, þeir sem eiga að stjórna í lýðræðisfyrirkomulagi, ef þeir grípa ekki inn í, þá er Vókið ekki dautt, þá heldur þetta bara svona áfram og heldur áfram að vinda upp á sig og það eru aldar upp næstu kynslóðir þeirra sem eiga að taka við því að stjórna samfélaginu án tengsla við raunveruleikann. Já, ég get tekið undir þetta, því maður hefur alveg tekið eftir því að réttrúnaðurinn hefur einhvern veginn náð náttúrulega mikilli rótfestu, sérstaklega á sínum tíma, inn í svona stofnanaminni vísuðar í samfélaginu, en líka í ofanalag að það virðist ekkert vera mikið minna af því hjá þessum stofnunum og ég hef reyndar, og ég veit að það eru mjög margir til minn sinna félagsvísindana sem að hafa mjög miklar áhyggjur af því að bara núna í dag þegar fólk segist vera með einhverja félagsvísindagráðu að þá er bara brosa út í annað. Og það sama gildir mínar gráður. Ég fór og sótti, ég ætla ekki að segja þessi langskóla gengin í meistaragráðu, en það fer samt í töðunum á mér þegar ég segist vera með einhverja félagsvísindagráðu og þá svona brosa út í annað og ástæðan náttúrulega fyrir því bæði það náttúrulega að það er einhverjir krakkaskrattar sem eru búin að væla betri einkunnir út af því að þeim annars líður þeim illa og það náttúrulega rýrir verðgildi þessara gráða. Já. En líka þetta stofnanaminni hefur einhvern veginn náð svakalegri rótfestu innan þessar stofnana sem að kynjafræðin hefur bara einhvern veginn náð að festa sig inn í allar holur sem að þau komast í. Já, það er nefnilega málið. Svona misnotkun hérna ýmsu kerfa bitnar sérstaklega á þeim heiðarlegu á því sviði. Þú nefnir gott dæmi félagsvísindin og það mætti nefna önnur dæmi, misnotkun útlendingalaga, hælisleitendalaga og slíkt, það bitnar sérstaklega á heiðarlegu útlendingunum sem að vilja vinna og leggja sitt af mörkum og maður bara fara að heyra það frá Pólverjum hérna, Tælendingum, Víetnum og fleirum, það er enginn eins pirraður yfir misnotkun kerfis eins og þeir. Sama á við misnotkun bóta og örorkukerfis. Það bitnar fyrst og fremst á þeim sem að raunverulega þurfa að reiða sig á kerfið og eiga rétt á því. Og það er ein af mörgum ástæðum fyrir því að fólkið sem aðhyllist þennan nýja réttrúnað, Vók eða hvað sem við viljum kalla það, allavega þessa stefnu eða hugmyndafræði, það er erfitt að kalla þetta hugmyndafræði, en þessa sýn sem er ótengd innihaldi og raunveruleika. Það fólk er jafnan að gera mest ógagn fyrir þá sem það þykist vera að verja. Já, það er náttúrulega bara alræðishyggja, náttúrulega gamla góða, eins og Brynjar Níelsson hefur sagt. Það er það og eins og maður rætt á það sameiginlegt með allri alræðishyggju, alltaf, að hún er alltaf kynnt á þeim forsendum að hún snúist að rétta hlut einhverja sem hallar á. Alltaf kynnt þannig að ástandið kalli á að vikið sé frá ákveðnum grundvallarreglum, það eigi ekki lengur við af því að það þurfi núna að grípa inn og verja ákveðin hóp. Og þannig er vikið frá reglum sem hafa reynst best í mannkyns sögunni til að verja sem flesta. Hlaðvarp í samstarfi við heitirpottar.is, hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott
sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn, þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta og uppsetningum all land og nú jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa, þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það ekki hægt að setja verðmið á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því mikilvægt að huga að báðu og það nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni, þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fosshálsi 13 en þar opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is græja þetta fyrir þig. Já, Brynjar talaði mitt sko, það alltaf verið að segja honum að koma inn í framtíðina sko, eða nútíman, nútíma væða alltaf allt sko. Þetta rosalega skrítið sko, sérstaklega náttúrulega hvað varðar tjáningafrelsi sem að mér náttúrulega, meira andum heldur en flest af þeim svona gildum sem að við erum þó að reyna að verja með veikum mætti. En þetta maður hefur heyrt til dæmis sko, eitt sem að maður heyrði til dæmis á sem fyrirlestri sem ég var að ræða áðan fyrir 8 árum núna bráðum. Að það var þú hefur málfrelsi sko, en þú verður að bera ábyrgð á orðuðinum. Það í rauninni bara verið að segja sko, að við ætlum að gera refsivert ef þú ferð eitthvað að tala á þann máta sem að þetta bara einhvern Idi Amin speki sko. Þetta hefur verið haft eftir honum. Ég veit ekki hvort það rétt en það hljómar dálítið eins og hann við það sem hann veit hann. Það fullkomið tjáningafrelsi í Uganda en þetta hefur verið að taka ábyrgð á því sem hann segir. Já, hann sagði sko I can guarantee free speech but I can't guarantee freedom after speech. Já, freedom after speech. Og það rauninni bara það sem að fólk að segja sko. Það náttúrulega vill ekki kannast við það þegar maður bendir á það sko. En svo aftur á móti sko, berst það við sko, þegar að maður bendir á þetta og það nei, þetta svo til að koma til móts við þessa hópa sko. En það ekkert farið að pirra þig eftir öll þessi ár sem við erum búin að vera að velta þessu fyrir okkur, hafa áhyggjur af því að það bara kemst ekki til skila hjá þessu fólki af því það bara registerir ekkert. Eins og þetta með að minna á það að tjáningafrelsi skiptir fyrst og fremst máli þegar að ræða tjáningu sem þú ert ekki sammála. Annars þetta ekkert vandamál. Ef allir bara að segja það sem að þú vilt að þeir segi, þá þarfst ekki að verja tjáningafrelsið. Þannig að við höfum nú reynt og fleiri að ítrekka að benda á þetta. Tjáningafrelsi snýst að leyfa skoðanir sem þú ert ekki sammála. En þetta, fólki bara annarkvort fattar þetta ekki eða þykist ekki fatta það. Eða það sem nú kenning mín í þessu og ég kom aðeins inn á að vegna þess að hugmyndaheimur þessa fólks svo ótengdur raunveruleikanum og svo þversagnakendur að þá bara loka menn á allt sem getur kallast rökgræn umræða. Því að hver hinn valkosturinn? Það að þurfa að rökræða einhvað sem stenst enga skoðun. Og ég held að þetta fólk muni loka á alla umræðu sama hversu góður rök koma á móti, sama hvað kemur í ljós, því að það var náttúrulega ýmislegt komið á daginn og undanförnum árum þar sem að við höfum reynst sannspáir eitt og annað sem myndi gerast og það kemur á daginn. Það skiptir engu máli heldur hjá þessu fólki. Því það getur ekki hugsað sér að hafa haft rangt fyrir sér. Og þannig verður það áfram. En þá kannski aðalatriðið það að koma í veg fyrir að almenningur, samfélagið missi öll völd í hendur þessa fólks. Og fólk sem að talar fyrir tjáningafrelsi, rökræðu og tengingu við raunveruleikann komist til áhrifa. Og það ekki hlaupið að því við þessar aðstæður að ná fram áhrifum þegar að til að mynda ráðherra kemur inn í ráðuneyti þar sem að búið að forrita flesta með þessum hætti. Nei, þetta Þórður Pálsson gaf mér bók fyrir ekki svo lengur sem eftir Timur Kuran sem heitir Private Truths and Public Lies eða öfugt, ég man ekki alveg nákvæmlega hvort kemur undan. Og þar fjallar hann það sko fórnarkostnað þess að ljúga skoðanir. Og hann fjallar þannig einmitt nákvæmlega þetta þar sem að sko samfélagslega og sérstaklega eftir því sem að það kannski aðeins auðveldara en líka náttúrulega þegar það komin í alræðistefnu þar sem að lífið orðið frekar erfitt
en þegar allir með svo, þetta allt frá því sko að hérna ef að konaðinn spyrði hvort hún líti út fyrir að vera feit í þessum kjól og hún gerir það, en þá sjálfsögðu segir þú nei og þá náttúrulega, þú veist, grefur niður raunverulegar skoðaniðinar og lýgur frekar en svo aftur á móti þegar þú ert komin í þess svona þetta almanna rými sem að hefur náttúrulega að gera með það hvernig við náttúrulega byggðum upp hérna upplýsinguna og iðnaðarbyltinguna sem kom svo í kjölfarið að þá hefur það verið á mjög frjálsum skoðanaskiptum allt frá vísindum en líka bara á félagslegum grunni og hann fjallar þannig það sko að þegar að samfélagi kemst að það stig sko að það er rauninni bara lýgur til þess að friðþægja aðra að þá einhvern veginn er það ákveðin spírall sem að leiðir sko samfélagið niður á við þegar að allar svona grunneiningar allra samskipta eru farin að byggjast á því að þú þurfur að ljúga. Já. Þetta er allt frá því og líka bara í svona hérna á toppum þar ástæðan fyrir því alræðishyggja er svo ófýsileg er bara út af því að eins og með Stalín þá voru þeir farin að ljúga til byrðir og byrðaflutninga til þess að vera ekki drepnir. Og þá náttúrulega lendir kerfið í algjörum ógöngum út að þú ert að taka ákvarðanir með rangar upplýsingar og það er svona þetta sem að mér finnst við svona svolítið hafa verið að upplifa og þá segir fólk mér bara, ert þú ekki með podcast, getur þú ekki bara sagt hvað sem er? Ég segi, jú, það má vel vera en aftur á móti í þessum kerfislegum þáttum ef við erum að tala bara verkfræðinga hjá Verkís eða einhvern mikilvægan hjá Origo eða aðrir ef að þeir eru það, sko, ef að fórnarkostnaðurinn af því að segja sína raunverulegu skoðanir er hún að það miklar að þeir hætt að gera það, þá yfirfærist það og fólki kann að finna þetta langsótt, en það yfirfærist yfir allar aðrar ákvarðanir. Já, algjörlega. En vandamálið hins vegar ekki bara það þegar menn eru hræddir við að segja sannleikann. Vandamálið er líka sérstaklega á Vesturlöndum, það sem að menn svona framundir í síðasta það er nú að breytast núna eins og í Bretlandi, menn hafa ástæðu til að vera hræddir en fram að því þá hefur vandamálið hjá okkur verið að þú ferð að hafa hag af því að segja ekki bara það sem að hlustandinn vill heyra heldur líka það sem að hendar þér. Tökum bara sem dæmi, menn voru alveg undrandi á því að þegar að járntjaldi fjall, Sovétríkin og kommúnistaríkin fjallu að það hefur komið stjórnvöldum á Vesturlöndum svona óvart, þetta hefði gerst eiginlega bara allt í einu. En það var auðvitað af einhverju leyti vegna þess að eða þú varst maður í hernum eða í leyniþjónustu þá hentaði þér alls ekki að segja Sovétríkin eru bara fallanda fæti, þetta er ekkert að ganga hjá þeim og þeir getur verið að hruni komnir. Það hentaði þér til þess að fá meiri fjárveitinga og fleiri herskip og þotur og meira fjármagn í CIA að segja, þeir eru sko mjög hættulegir núna og þeir eru að þróa, svo tökum blöndum skáldskapin í þetta, þróa hérna kafbát Red October sem að getur siglt á þess að það heyrist í honum með nýrri tækni en svona var þetta svolítið, það var verið, eða menn voru ímynda sér að Sovétríkin væri komin jafnvel langt fram úr Bandaríkjunum í tækniþróun, í vopnabúnaði sérstaklega og það var vegna þess að það hentaði þeim sem að höfðu það hlutverk að fást við þetta. En afleiðing af þessu núna á þessum post-truth tímum eða eftir þetta raunveruleika rof er ekki bara það að það skorti á hvata til þess að greina stöðuna rétt, heldur eru svo margir komnir í vinnu við það að viðhalda vandamálunum. Og þetta er vandamálabransinn sem ég kalla sem svo. Og vil meina að við í Miðflokknum séum í lausnabransanum og með einokunarmarkaði því, þetta er miður på síkastið, en vandamálabransinn er mjög stór og fer stækkandi. Það sem að það versta sem getur komið fyrir það sem að í honum starfa er að málin leysist. Af því ef málin leysast þá er ekki eins mikil þörf fyrir þig. Hvað þá að bæta við starfsfólki? Hvað þá að ráða vinniðinn úr kynjafræði í háskólanum eða hvaða menntun sem að, og það er nú alltaf að fjölga fögunum í vandamálabransanum, öllu þessu fólki sem að verður ung út, ef að málin leysast, ef að bara jafnrétti til dæmis er að færast í betra horf eða einhvað annað þessum vandamálum og teika pikk,
ef að það að þróast í rétta átt eða leysast, þá lítur þetta fólk svo á að það sé verið að skerða hlutverk sitt. Og ekki bara skerða hlutverkið og fjárveitingarnar, heldur verði það sjálft minna virði fyrir vikið sem einstaklingar, af því að þetta fólk margt hvert í vandamálabransanum metur sjálft sig og eigin mannkosti út frá baráttunni, út frá því að það sé að berjast í henni réttmætu baráttu gegn öllum fasistunum og illvirkjunum og þessu kapitaliska samfélagi og svona. Snorra Másinni. Já, til dæmis og marga mætti nefna, en það lítur svo á að það hversu merkileg og góð manneskja það sjálft sé byggist á því að það sé að berjast við ógn sem er sífellt stækkandi og þar af leiðandi séu eigin hetjudáðir þeim mun meiri og mikilvægri. Og þetta gerir það að verkum að það er erfitt að komast út úr spírálnum þegar það er stöðugt verið að bæta við fólki í vandamálabransan. Og við þurfum ekki einu sinni að líta bara á þessi umdeildu samfélagsmál. Bara þegar einhver verkefni af hálfu stjórnvalda komast af stað á teinunum á brautinni, þá hafa þau tilhneigingu til að stækka og fleiri fara að hafa hagsmuni af því að þetta haldi áfram, jafnvel þó þessi tóm della. Borgarlínu dæmið er gott dæmið það og það er alltaf að bætast við starfsmenn og meira og meira, þeir þurfa meira og meira fjármagn og það þarf að hanna meira og það þarf fleiri samskiptafulltrúa og undirbúið allt og það verða fleiri og fleiri sem að persónulega og jafnvel ættingjar þeirra hafa hag af því að það sé haldið áfram með vitleysunna sama hvað kemur í ljós hversu galið þetta er og hversu mikið það muni kosta, sem að í tilviki borgarlínunnar höfum aldrei fengið að heyra og mun náttúrulega kosta óendanlega mikið þegar rekstrar kostnaður verður tekið með í reikningin ef að þessu verður. En það eru fleiri og fleiri og með tengingar inn í stjórnmálaflokka og inn í stjórnkerfið sem að hafa hag af því að verkefni sem að voru aldrei skynsamleg haldi áfram sama hvað kemur í ljós. Og þetta er mikið vandamál fyrir stjórnsýsluna og stjórn landsins og lýðræðið. Þetta er semst ekki bara og þetta er ekki öllu leyti nýtt, augljóslega ekki, en þetta er ekki bara þessi vöxtur innan nýju vandamálafræða. Þetta er líka það að of margir verði hagaðilar í óskynsamlegri ákvarðanatöku, jafnvel í samgöngum. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim er Alvöru Bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá lætur þú gera þetta almennilega og það er nákvæmlega sem Alvöru Bón gerir. Ferð með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á Alvöru Bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru Bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Já, það er náttúrulega bara líka, eins og segir, vont er að aðföngin er ekki fyrir hendi sem er náttúrulega langdýrasta einingin sem er náttúrulega starfsmannakostnaður og þegar við erum að vannýta það með delluverkefnum þá hefur það náttúrulega bara mikil áhrif út allt samfélagið. Já, og maður fær núna smá samviskubit gagnvart fólkinu sem er að vinna og teikna og eitthvað svona og reikna borgarlínu. Ég hef ekkert á móti þessu fólki, mér er illa við það. Það er örlítið samviskubit að vera að tala svona það, en ég vil þessu fólki vel. Ég vil að það komist í og fái notið hæfileika sína í verkefnum sem að skila raunverulegum árangri og ávinningi fyrir samfélagið. Já, ég er sammála því. Nei, ég meina það er nákvæmlega málið sko, að fólk sé ekki, ég held til dæmis að stór þáttur í kulnun sé bara tilgangsleysi út af því að fólk gerir sig kannski grein fyrir því að það sé ekki og lendir í ákveðnu svona járbúri þar sem þú ert að þarft að vera að mæta til þess að borga þína reikninga en aftur á móti þá gerir þeir grein fyrir því að það er ákveðið tilgangsleysi sem er fólkið í þessu. Já, ég held að það sé alveg hárrétt hjá þér en svo bætast hvatarnir við þegar að hvatarnir til að láta undan þessum tilfinningum í staðan fyrir þá bara gera smá uppreisn og reyna að rífa sig í gang. Ég veit að það er ekki allir í aðstöðu til þess.
en þegar að hvatarnir sem að stjórnvöld búa til íta þær í hináttina, að þá eru stjórnvöld að gera fólki erfiðara að ná sér á strik og bæta sín kjör og gera það sem það langar og fá að njóta sín. Já. En færum okkur aðeins yfir í pólitíkina. Þú notaði nú þátt minn með Kristrúnu sem barefli til þess að níðast á henni í sambandi við ESB. Það var alveg fullt tilefni til þess. Hún svaraði með slíkum hætti og bara vel gert hjá þér að draga þetta fram. Ég held að það hefði verið hárrétt tímapunkturinn til að gera það. Því að þetta er svo galið og þetta hvílir dálítið þungt á mér af því að ég er orðinn óþolinmóður í pólitíkinni. Ég er búinn að vera í þessu í allmörg ár núna og með því er ekki að segja að ég er svona þreyttur af pólitíkinni eða því að starfa í pólitík. Þvert á móti. Ég hef aldrei verið eins mótiveraður í pólitík af því að ég sé hversu mikil þörfin er fyrir að innleiða einhverja heilbrigðaskynnsemi en fyrir vikið er ég orðinn óþolinmóður af því að maður er í svo mörg ár búinn að umbera einhvað rugl sem maður bara svo endur tekur sig. Ég var hérna í þessu eftir bankahrunið þegar að ríkisstjórnin á þeim tíma, fyrsta vinstri stjórnin, ákvað að nota tækifærið fyrst og fremst, ekki til þess að fara í þær aðgerðir sem ég taldi nauðsynlegar að verja hagsmuni Íslands í ICEF eða uppgjör við slitabúin og allt þetta, og gera hér skynsamlega og eðlilega í stöðinni, taka slaginn. Nei, heldur lit á þessum tækifæri til að tróða Íslandin í ESB. Og hugsaðu, við erum hérna með reyna vinstri stjórn, það er ekki víst að við hóum nokkuð tíman að þetta tækifæri aftur. Og við verðum að koma Íslandi þannig inn og þessna var allt samþykkt sem að kom frá Evrópu, Londonum og hvort sem að það var ICEF eða einhvað annað. Það átti að halda friðin við þá og hvatinn til þess að ná árangri strax fyrir Ísland á forsendum fullveldis, hann var mjög takmarkaður af því að það gengi gegn meginmarkmiðinu sem var að nota þetta sögulega tækifæri til að koma Íslandin í ESB og þetta ferli allt fer á stað og með fyrirsjáanlegum hætti. Það er farið í þessar viðræður og ég var á þeim tíma bæði í utanríkismálanefnd og í samstarfsnefnd Íslands og Evrópusambandsins sem var sérstök þingnefnd vegna þessa og það var farið í ferðirnar út og það komu endalausir gestir heim út af þessar umsókn og ég vildi að einhverjir af þessum fundum væri til á upptöku því að þegar íslensku fulltrúarnir fóru að útskýra fyrir fulltrúum ESB sérstaklega þessi vinstri grænu að því þeir þóttust ekkit endilega vilja færin sko við værum að sækjum ekkit endilega því við ætlum að ganga í Evrópusambandið heldur bara svona til að sjá hvað var í boði. Sérstaklega eftir einu svona með utanríkismálanefnd og Evrópu fulltrúum í ráðherrabústaðnum og franski fulltrúin sem svona fór fyrir þeim hópi. Hann er að hlusta á formann íslensku nefndarinnar vinstri grænan mann útskýra þetta. Já sko, það er mikilvægt að samt að menn átt sig á því að við erum í þessu bara svona til þess að sjá hvað býðst og svo tökum við afstöðu. Og hann var svona ætlaði að fara að setja sykurmóla í bollan og mista hann í bollan þannig að skvettist kaffi á skyrtuna. What did you say? I don't think I understood. Og það var endurtekið. Já, sko, við erum ekki endilega búin að ákveða allar að fara inn. Við erum að sjá hvað býðst. Og hann bara hafði aldrei heyrt svona áður frá umsóknarríki, búin að vera í þessu, tala við alls konar ríki sem að þráðu að komast inn, Tyrkland og hinn á þessa. I have never heard this before. Og þetta reyndu fjölmargir fulltrúar Evrópusambandsins bæði á svona fundum og opinberlega. Þetta liggur allt fyrir, þú getur farið að heimasíðu ESB núna, þú getur fundið þetta, að útskýra, meðal annars eins og frægt varð á fundi Össur Skarphéðinssonar með stækkunarstjórnum á þeim tíma Stefáni Füle þegar Össur sagði ég er nú vissum að Evrópusambandi getur haft skapandi hugsun í viðræðunum. Já, Evrópusambandi getur kannski haft skapandi hugsun sagði stækkunarstjórinn en þú veist út af hvað þetta gengur. Þetta gengur út af það umsóknarríki útskýri hvernig það ætla að uppfylla kröfur Evrópusambandis. Og eftir allt þetta fíaskó sem að eyddi tíma Íslendinga og mikilvægum tíma, verðmætum tíma þegar við áttum að vera að nýta fullveldið okkar í uppbygging fyrir samfélagið, þá snýr þetta aftur núna.
á nákvæmlega sömu forsendum sem er engin innistæða fyrir. Fullkomið rof, veruleika rof. Og það er bara haldið áfram með þetta og menn heyri ekki neitt og þykjast ekkert skilja að þér trúa því vantanlega að almenningur sé ekki með á nótunum og það sé hægt að plata almenning og aftur með sömu brellunni. Og svo mætir Kristrún hérna forsætisráðherra þér og ég var bara svo hissa, ég átti ekki von að hún færi all inn í þetta, af því hún hlýtur að vita þetta sjálf. Þó Þorgerður og Viðreisn hafi verið farin að fikta við þessar blekkingar. En hún greinilega metur stöðuna ríkisstjórninni þannig að hún þurfi að hanga saman með góðu illu og ætlar að fara inn á þessa braut. Þrátt fyrir að þetta liggi allt fyrir sögulega, beint frá fólkinu sjálfu, í öllum gögnum Evrópusambandsins. Það sem þetta kemur skýrt fram og þetta vita allar þjóðir og þess vegna finnst mér þetta svo niðurlægjandi fyrir Ísland. Þetta er svo smáþjóðarlegt. Þetta er svo til marks það að við séum svo lítil að við séum ekki með fullmótað stjórnkerfi og séum ekki með upplýstan almenning og hér geti stjórnvöld komist upp með það að sækja aðild að Evrópusambandinu án þess að vilja ganga þar inn og plata fólk til að taka fyrsta skrefið á þeim forsendum og útskýra síðan eins og hver getur gefið sér þegar búið að taka fyrsta skrefið, þá sé næsta skrefið óhjákvæmilegt. Þetta er svo borgarlínan, Landspítalinn, nefndu dæmið. Þetta er aðferðin sem að stjórnvöld nota til að blekkja fólk alltaf eitt skref í einu, salami aðferðin, eina sneið í einu og í hverju skrefi að við getum alltaf endur skoða þetta síðar. Þetta er engin skuldbinding núna, við getum endur skoða þetta síðar. Svo kemur næsta skref, já við erum nú bara að vinna svo lengi í þessu sko, við getum ekki bakka með það, við þurfum að taka næsta skref á eftir. Þangað til á endanum, eins og maður byrjar að heyra með fyrrnefnda borgarlínuna, þetta er bara komið of langt. Það er ekki búið að taka skóflustungu, sko. En þetta er komið of langt, það er búið að ákveða þetta, það er búið að setja svo mikla peninga í þetta og svo framvegis. Og þannig ætti áður en að gera þetta með Evrópusambandsumsóknina líka, að plata fólk eitt skref í einu, en að þau skuli gera það á svona krút og ósmekklegan og ótrúverðugan hátt, það pirrar mig. Af því að það er búið að fara í gegnum þetta allt áður. Og þetta liggur allt fyrir. Svart á hvítu á pappírum eða á tölvum og Evrópusambandið er nú ekki alveg óþekkt stærð og aðrar þjóðir vita hvernig þetta virkar. Evrópusambandið sjálft veit hvernig þetta virkar, aðildarlöndin vita hvernig þetta virkar, umsóknarríkin vita hvernig þetta virkar. En hér séum við með stjórnvöld sem hafa svo lítið álit á þjóðinni að þau telji þessi geta platað almenning með þessum hætti. Þrátt fyrir að þetta liggi allt fyrir. Þetta pirrar mig og bætist ofan á það hvað ég er óþolinmóður yfir lélugu stjórnarfari hérna í landinu og þessi verið að vannýta tækifærin sem liggja fyrir. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsu sem er ekki frá Bæjarins bestu og þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarp í eyrun, farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. Þá sann sko, ok, en ef að þetta er allt rétt, út af því ég vil fara í þessa atkvæðagreiðslu. Af hverju? Bara út af því að ég hræðist ekki þjóðin mína. Já, sjáðu, þetta er, ok, ég veit út kannski að reyna að stríða mér núna, en þetta er náttúrulega... Ég er ekki að djóka sko, ég vil bara þessa atkvæðagreiðslu, út af því ég veit hvað þetta er heimskulegt. Þú veist hvað þetta er heimskulegt, en þú vilt verja næstu 2 árum í stríð einhvað sem að þeir fáránleiki. Ég bara hef enga trú á því að þjóðin segi já við þessu, sko. Nei. Fyrir ekki, Eflingar á móti þessu, vinstri menn eru á móti þessu, allir sem eru búin að kynna sér þessa mál eru á móti þessu. Af hverju ætlarðu í atkvæðagreiðslum að ganga í Evrópusambandið þegar að allir eru á móti þessu? Það er einmitt þveröfugt í það sem það á að vera og reynt að útskýra. Ég vil bara fá staðfestingu á því að við sjáum þetta gegnum það. Því að ég meina, ég til þetta vera hræðilega hugmynd og ég skil alveg hvað þú meinar, sko. Mér finnst þetta ekki alveg ganga upp í þar. Þú vilt fá staðfestingu á hverju? Að við viljum ekki fara í Evrópusambandið. Að við viljum ekki, þú veist, og við getum kallað þetta aðildarviðræður. Ég er alveg sammála þér í því... Viltu fá staðfestingu á því hvernig þetta gengur fyrir þessu? Nei, sko, ég er sammála þér
þegar að þú segir einmitt sko, að þegar að segjum svo ef við myndum fá já út úr fyrir atkvæðagreiðslunni og því að þau klappa sér alltaf rosalega mikið að baki fyrir að segja þetta verða 3 þjóðaratkvæðagreiðslur en við vitum alveg hvernig umræðan verður ef að fyrsta fyrir gegn þá verður þetta bara þannig við erum bara komið svo langt og ég er 100% sammálaður þar en ég held bara að við munum geta sigrað þessa dellu sko, því ég meina Friedrich Merz er að færa rök fyrir því að þeir eru búin að regluvæða sig alveg út úr allri samkeppni frakkar gera sig grein fyrir þessu líka sem hafa náttúrulega verið frægir fyrir það að vera svartir sauður Evrópusambandsins og þeir eru með allt í ólestri flestir gera sig grein fyrir því, ég meina Mette Frederiksen gera sig grein fyrir því að útlendingamálin komin í algjöra dellu og Orbán sem var kallað bara algjör fasist og rasist í hennar fyrir örfáum árum bara fólk bara búið að gera sig grein fyrir því að hann hafði rétt fyrir sér í sambandi við útlendingamálin nú eru bara norður Evrópulöndin að í rauninni apa upp eftir honum og bara þaðan að verra út af því að þau eru komin í svo vonda stöðu ég veit alveg að fólk ætlar ekkert inn í þetta samband en hins vegar þetta er engin rök fyrir því að fara í bjölluhattið af því það er líka svo niðurlægjandi fyrir þjóðina að menn láti eins og menn hafi ekki hugmyndum hvaða snýst að sækja með allt Evrópusambandinu og hvernig ferlið það er líka það er líka ber vottum, ég er ekki að saka þig það en hjá þeim sem að telja þetta sé skynsamlegt að fara af stað með umsókn það ber vottum að mann gerir sig ekki grein fyrir hvernig ferlið gengur fyrir sig, ég var búin að nefna að þetta eru þetta bara spurningum að útskýra fyrir Evrópusambandinu með hvaða hætti menn ætla að uppfylla kröfunar en á sama tíma og þær viðræður í gangi, aðlögunar viðræður getum við kallað það, þá á leið að byrja að innleiða þetta þá að setja á fót stofnanirnar sem Evrópusambandið krefst af Íslandi og það hefur bent á það fyrr að það skorti mjög verulega á það er ekki nú ekki bákn hérna til Ísland geti gengið í ESB með öðrum orðum á meðan á viðræðunum stendur af því þær snúast bara það hvernig við ætlum að laga okkur að ESB þá á að byrja að framkvæma þetta eru eins og þú vonandi gerir grein fyrir þetta er ekki samningaviðræður en það bætist síðan við að framkvæmdin hefst strax það er strax farið að ráða fleira fólk þá komum við aftur að því það verða fleiri komin á laun við það að þetta gangi allt saman eftir og það er strax farið að ráðast í reglubreitingar frumvörp og fleira á þinginu og strax farið í það á meðan á aðlögunum við erum stendur þannig að þetta er bara spurning þetta er ekki spurning að kíkja í pakkan svo það sé sagt einaferðin enn þetta er spurning hvort þú vilt fara af stað með aðlögun að Evrópusambandinu Má ég skjóta inn líka út af því að og það er þá svolítið langt gengið í því að fórna öllum þessum kostnaði og þeim tíma sem þeim geta nýtt í annað bara til að geta sagt eftir 2 ár haha, þið töpuðu já, ok það getur verið gott fyrir mig það getur verið gott fyrir mig pólitískt að verja næstu 2 árum í þennan slag ég held ekki gott fyrir þjóðina Nei, ég vil bara fyrir þetta er búið að vera svo lengi en ég meina, þú veist, líka bara þegar maður hlustar á hlaðvörp og annað í sambandi við þá sem að telja gefast upp á töðinu Nei, ég skil hvað með sjáðu Brexit, það átt að skera úr þetta í Bretlandi það var ekki fyrirkomin niðurstaða en menn byrjuðu aftur að töða við þurfum aðra atkvæðagreiðslu Hlaðvarpið er í samstarfi við Happy Hydrate steinefni eru orðin mikilvægur þáttur í mínu lífi og ég er ekki einu svona grínast ég er að nota þessar vörur í alvörinu það er ástæða fyrir því að þessir kassar hérna eru tómir nýjungarnar og framþróunin hjá Happy Hydrate er hreint út sagt frábær kreatín er samhliða steinefnunum eitthvað sem að þeir bjóða upp á og ég nota að staðaldri eftir að ég byrja að nota þessar frábæru vörur að þá líður mér einfallega betri. Ég kem meiri verk og dagurinn verður betri. Dagskammtur af nauðsynlegu vítamínum, engin gervisykur og þú færð þetta í rauninni hvar sem að þú verslar. Þú verður ekki fyrir vonbrigðum ef þú prófar þetta og ég mæli með að þú gerir það strax í dag. Já, sko, ég held bara, þú veist, ég held að Viðreis... Ef við látum undan töðurunum. Já, segjum við kannski, býtu, en sko, málið er það samt að, ég meina, ok, tökum Þorgeir þessi dæmi, hún segist hérna að treysta þjóðinni. Ég held sko að Viðreis gerir sér grein fyrir því að þetta sé, þú veist, þetta er eins og að fara inn í brennandi hús til að hlýja sér, sko. Eða fá sér vasklas eins og ég held að Sigga hafi sagt hérna fyrir ekki svo löngu. Ég held að þau hjá Viðreis gerir sér fyllilega grein fyrir því að þetta er ömurleg hugmynd og ég held nefnilega að Viðreis muni þá bara reyna að móta sig með einhverju nýju einkennu því að þau vita alveg að þau tapa þessari baráttu því jafnvel þeir sem að tala mest fyrir því að við erum gangi í Evrópusambandið þá er ég að tala um svona aðeins eins og mig sem eru með hlaðvarp á þannig eru aðalega að tala um það að væri bara svo frábært að fá hérna 2000 ný störf fyrir greita skattgreiðendum út í Brussel. Það er einu rökin.
þau fær ekki rök fyrir neinu öðru út af því að þau náttúrulega við erum með allt þetta Þau eru öll greidd af íslenskum skattgreiðendum. Já, ég er að segja það. Já. En þetta allt, við erum allt inn í hérna EES, þannig að rökin fyrir því að ganga inn eru bara engin. Og ég held nefnilega að Þorgerður Katrín treysti þjóðinni til þess að segja nei við þessu. Já, þú tekur algjörlega nýja nálgun, straight out of left field. Já, að hann langi bara að nota þetta mál af því að það henti Viðreisn. Það veit allir að þetta er ömuleg hugmynd. Þetta er svo vond hugmynd. Og sko, þessi kenning þín er kannski ekki fullkomlega galin að því leiti að það að eyða næstu 2 árum í þetta. Á hverju næstu 2? Ef við myndum fara með atkvæðagreiðslu 2027 eða fyrr og segja nei, þá er þetta bara komið. Já, en aftur, ferlið fer af stað og öll baráttan mun snúast þetta, en þú ert að segja að það verði þá nei bara strax í fyrri atkvæðagreiðslunni. Já, ég trúi ekki öðru. Þú trúir ekki öðru, en það munu margir leggjast á eitt með að koma þess á næsta skref, fjölmiðlarnir og Þorgerður mun alltaf ætla að koma þess á næsta skref. Hvað sem að líður kenningu þinni með að þetta sé bara mál sem að hendin er pólitískt. En sá hluti kenningarinnar er reyndar ekki, hann er ekki galinn af því að það að láta allt hér á Íslandi í pólitíkinni og samfélagsumræðinni snúast ESB, það getur hentað Viðreisn ágætlega, það getur hentað okkur ágætlega, af því við erum skýri í afstöðu okkar, pólitískt, en það hentar ekki þjóðinni. Nei, ég er sammála því. Hérna, ég fekk svo margar spurningar, eða pælingar, sem ég ætla að bera undir þig. Nú þegar allir formenn flokkana eru konur til að halli á karla, ertu lítill í þér gagnvart þessu? Finnstu þú vera... Ég hef nú bara ekkert spáð þetta. Til dæmis síðast þegar við vorum öll saman í Silfrinu og svo í Kryddsíldinni, þá hafði ég ekkert leitt hugan að það voru bara 2 kallar og 4 konur. Ég hef nú einhvern veginn bara vanist því að líta á þetta allt sem einstaklinga og stjórnmálamenn og út frá þeim skoðunum sem þeir standa fyrir. Ég mani mitt eftir því þegar ég var að byrja í fjölmiðlum. Menn voru svo uppteknir af þessari bylgju feminisma, hvaða bylgja sem að vera í gangi þá, með að greina allt eftir kynjum. En ég hafði, og þá er ég orðinn 50, en þegar ég var í háskóla, sem að mér finnst ótrúlega stutt síðan, en árafjöldin kannski segir hann að. En þá þegar voru konur þar í meirihluta, talsverðu meirihluta, og meðal hans í námið með mér, og þetta var bara eitthvað sem að maður velti sér ekkert upp og var ekkert spá í. Svo kemur maður úr háskólanum, þar sem maður er búin að vera að meirihluta með stelpum í námi og bara búið að vera gaman og fínt, og þar er eitthvað fólk sem sér alveg offsjónum yfir því að það sé ekki jöfn kynjahlutfall allstaðar, í öllum deildum. Í öllum deildum, bara allstaðar í samfélaginu, nema ég náttúrulega í sorphirðu og einhverju slíku. Og mér fannst þetta bara svo skrítið af því að þetta fólk virkaði þá á mig sem einhver fólk sem að væri aftur úr 8. áratugnum eða fyrr. Af því ég hefði alveg upp í því að konur bara meiri hluti í háskólanum og maður var ekkert að í hópa vinnu og annað að 3 konur með mér í hópi. Maður hugsaði ekki þannig. Maður hugsaði bara þessi klár. Heppin að vera með þessar í hópi, hún mun halda utanum skipulagið á þessu og svo framvegis. Þannig að ég myndi segja að þessi nálgun hafi verið orðin gamaldags þegar á 10. áratugnum. Já, hann í þessari bók eftir Timur Kuran, Private Tutors and Public Lies, þá var hann einmitt fjallað það þegar fólk er á svona andstæðum sjónarmiðum samtímis. Eins og það að telja að konur séu fullkomlega jafnar á við karla í sambandi við getu og annað, en þurfi einhvers konar samfélagslegar hvað ég var að segja, svona pall til þess að vera ýtt upp umfram karlana til þess að takast á við mismunandi aðstæður. Það er náttúrulega bara algjör þverstæða. Já, ég meina, ef það er einhvað sem einkennir vókið réttrúnaðinn, þá er það þessagnirnar. Það er bara megin einkenni þessa hugarheims. Já, hann er það, sko. Herðu, næsta spurning. Komist um sykurskatta? Ég get nú
tjá mig það, verandi maður sem að hefur gegnum tíðina stundum borðað meira en að Alma Möller hafa verið að beina sérstaklega þér. Ég er ekki það sjálfhverfur að ég hafi hugsað það hannig, en þetta er náttúrulega bara spurning eins og alltaf með þessa skattlagningu að setja auknar álögur á fólk og sjáum bara til dæmis með reykingar ég reyndar ekki andsnúin því að hafa há gjöld á því en ég held að það hafi ekki endilega verið gjaldtakan sem að var til þess að fólk hætti að reykja í miklu mæli og oft á tíðum var það fólk sem hafði minna milli handana sem var líklegast til þess að reykja og það var verið að leggja þá auka skatt á það en frekar á þetta kannski við á öðrum sviðum að því að hérna reykingarnar eru náttúrulega kannski dálítið clear-cut dæmi einhvað það sem er æskilegt að reyna að koma í veg fyrir að fólk leiti í það en því haldið fram núna að kenningin er svo að það eigi að hækka gjaldtökuna af því sem er óhollt að mati ríkisins og lækka skatta á hið holla. En ég er ekkert viss að jafnvel þú hækkir aðeins verið á súkkulaðistykkinu að fólk ætla ekki að fá með Snickers, ég fá með brokkoli, það var að lækka verið á því. Ég held að hafi ekki það mikil áhrif. Reynda að fylgdi sögunni að það þyrfti allavega svona 20% hækkun að mati þeirra sem voru að spá þetta til þess að hafa áhrif og ég held að geti jafnvel þurft meiri hækkun en það en það sem að er hitt er að ég held að þegar hólmum verið komið þá muni hitt ekkert lækka að því ríkið sér þetta bara sem tækifæri til að ná þá meiri penninga af fólki þannig að svara við þessu ok, byrjið á að lækka hollamatinn sjá hverju það skilur. Mér finnst það líka bara svolítið, sko, og ég telur endar að ég sammálaði, sko, ég held að menningarlega sé að það hafa miklu meira áhrif heldur en nokkuð tíman einhvern að berja fólk til hlýðinni, sko, það er bara á við almennt séð hið mannlega eðli, en hins vegar þá finnst mér þetta líka svolítið taktlaust í þessu umhverfi, þegar að verðbólga er að aukast, atvinnuleysa að aukast, þau eru að fara að binda almannatryggingar og laun til öryrkja og ellilífeyrisþega við launavísitölu eða verðbólgu og kjarasamningar munu springa 1. september og þá bara við ætlum að fara að hækka verða ákveðnum hlutum í smávöruverslunum og ég bara sko ok, bara það er alveg rétt, það er lýðheilsuvandamál og þetta er mikið álag á heilbrigðiskerfið, það er að fara í þá söngva en núna er ekki til að hljóta að vera aðrir fiskar sem að þú hlýtur að þurfa að djúpsteikja áður en þú ferð í þetta. Já, nákvæmlega og þarna er ég fullkomlega sammálaður. Almennt er ég hlynntur jákvæðum hvötum án þess að það er ganga það langt að ríkið sé farið að reyna bara að stjórna lífi fólks en jákvæðir hvata til að stuðla til dæmis að nýri verðmætasköpun eru mjög mikilvægir. En í þessu, ef ekki bara sammælast það að leggja til þá lausn að þau byrja á að lækka hollamatinn, sjáum hverju það skilar og þá getur þau hækkað óhollamatinn í framhaldinu. Hlaðvarpið er í samstarfi við Stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því er Polsen. Polsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Polsen.is. Ef það er stjarna í framrúðunni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann er tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðunni, Polsen.is, láttu græða rúðuna strax í dag. Já, það virkar. Mér finnst það mikil skynsemi í því. Værið þið tilbúinir að fara í ríkisstjórn með Flokki fólksins? Værið þið tilbúinir að fara í þessa ríkisstjórn ef Flokki fólksins er kippt út? Ég held að það væri alveg óraunhæft miðað við á hvaða braut þessi ríkisstjórn er. Það er reyndar orðið nokkuð augljóst að það er orðin dálítið pirraðar eða þreyttar að sitja upp með fólk flokksins og uppátaki hans. En mér finnst ólíklegt að þær væru til í að breyta í grundvallaratriðum stefnu ríkisstjórnarinnar þótt þær losnaði við hann. Já, þetta er búið að vera svolítið þungt en ég meina
gætur ekki bara innleitt smá skynsemishyggju inn í þetta sem að menna þið getur, það þyrfti að kála ESB hugmyndin allavega Já, þurfti að gera það en til að innleiða skynsemishyggju sérstaklega eins og staðan er núna í þessu pólitíska andrúmslofti sem við ræddum hérna í byrjun það þarf sterka stöðu 2013 fyrir mynda ríkisstjórn þá væri mjög sterka stöðu sem að gera mig kleift að leiða Sjálfstæðisflokkinn áfram á rétta braut á ýmsum sviðum þótt og síðan hafi náttúrulega allt farið úr skorðum leiðum að leita á þeim þá voru útlendingalögin keyrð áfram og svona en allavega maður var í stöðu til að leiða þá inn á rétta braut og svarið þess að maður þarf að vera í nokkuð sterkri stöðu sérstaklega við þessar aðstæður til að geta leiðbendinum nægilega og af hverju ættu Samfylking og Viðreisn að vilja taka en annan flokk til þess eins að hverfa frá þeirri stefnu sem að ríkisstjórnin hefur rekið frá upphafi. Þó að það myndi, ég held til dæmis að það geti gagnast Samfylkingunni ágætlega að fá einhverja sem að eru til í það sem að Samfylkingin boðaði fyrir kosningar, ná tökum á verðbólgunni og þetta allt saman. Það gagnast þeim pólitískt, en hvort það væri tilbúin að gera það sem þarf til þess, það er ekki vissum. Nei, það kom mér alltaf pínu óvart, sko. Hvernig var það? Var eitthvað komið á orði við ykkur þegar að ríkisstjórnin var mynduð? Fékkstu einhverja símhringingar eða eitthvað? Já, menn náttúrulega spjalla alltaf stjórnmálamenn í kringum kosningar og það geta verið einhver svona athugasemdir að þurfum að heyrast og þurfum að ræða málin og svona en það var nokkurn veginn búið að ganga frá þessu held ég fyrir kosningar búið að semja milli Samfylkingar og Viðreisnar og Framsóknarflokksins og svo þegar Framsóknarflokkurinn gæti ekki skilað sínum þingmannafjölda inn í það samstarf þá verður uppi fótur og fit og þá var talið vanlegast að taka flokk fólksins vegna þess að hann myndi láta sig hafa hvað sem er til að komast í ríkisstjórn sem að koma að daginn og maður þegar samgöngur á þeirra ég held að það verið fyrsta viðtalið sem hann tekið við ráðherra í ríkisstjórninni og tröppum á Bessastöðum eftir ríkisráðsfundin og hann sagði frá því í óspurðum fréttum það var ekkert verið að spurja hann um það og svo styði ég bókun 35 maður sem var búin að margi ítrekka að það væri gengi gegn stjórnarskrá og fari í málþóf gegn þessum með okkur eða tala mikið gegn þessum hann bara svona tilkynnið það fyrsta sem kom frá ríkisstjórninni og svo styði ég bókun 35 það telur ekki að gangi gegn stjórnarskrá jú, ég er enn á því en ég er komin í ríkisstjórn og svo skömmu seinna fór hann í að taka fyrstu skóplastunguna borgarlínu brúnni þetta er bara svona og flokkur fólksins kannski mata sem svo eða formaður hans að nú væri tækifæri til þess að fá að vera í ríkisstjórn, setjast í ráðherrastól og fara ráðherra bíl og þá ætti að nota það tækifæri svo bara sjá menn hvað verður í lok kjörtímabils. Já. En við erum ekki í þessu eins og komum við fram bara til að vera í ríkisstjórn heldur fyrir það sem við ætlum að gera í ríkisstjórn. Já, það kom alltaf óvart út af því að ég meina Obba fyrir henni verið beint í það að gera svona svolítið light version af það sem að miðflokkur myndi gera í útlendingamálunum, gengur skemur en gengur samt í áttina að því og ég hugsa alltaf af hverju ekki frekar að taka inn miðflokkin, gefa þeim bara útlendingamálunum og þið geti verið að stúrsast í einhver kannski er það út af ESB-inu núna þegar ég er að hugsa þetta upp átt, sko. Já, en sjáðu, jafnvel Obbu sem að ég myndi halda að sé svona best með á nótunum í útlendingamálum af þingmönnum meirihlutans. Og hún var með ágæta skýrslu þann daginn og ég myndi halda að hún myndi jafnvel vilja gera meira en þetta mál sem hún kom með sem að Sjálfstæðisflokkurinn var enda búin að vera böklast með í einhver ár. Og mál sem var afgreitt í gær var það ekki? Nei, fyrradag
þegar við erum að tala saman. Allavega, nýverið. Gær er það ekki? Gær vantalega, Já. eða fyrir helgi. Það skiptir ekki máli. Nýbúið afgreiða þetta úr þinginu. Svo við séum ekki að dagsetja þennan þátt og nákvæmlega. Það er nýbúið að afgreiða málið og það kom í fréttum og birtist svona svolítið sem ákveðin sigur stolt skref í útlendingamálum. Það skiptir í rauninni engum máli sem heiti getur. Ákveðið kannski prinsipmál að það sé hægt að vísa mönnum úr landi ef allar aðstæður eru réttar, en það er einmitt það sem fylgir ekki sögunni, að það þurfa allar aðstæður að vera réttar til þess að það sé að nýta þetta, og þetta verður kannski, ég veit ekki, 1 ár eða eitthvað. Þetta er ekkert að taka á stóru myndinni, og það er það sem að mér mislíkar við svona mál, er að þau eru notuð til þess að senda svona merkjasendingar og þykjast vera að gera eitthvað, og fólk kannski hugsa með sér, ok, loksins einhver átt sig að vera að taka á þessu, og fyrir vikið er litið framhjá því að stóri vandinn er ennþá óbreyttur, og það er ekkert verið að taka á honum, það er ekki verið að taka á rótvandans, það er ekki verið að taka á þessu í samræmi við eðli og umfang vandans. Með öðrum orðum, þetta er svona misvísandi mál sem að breyta litlu heildarmyndina. Jú, kannski ef einhver keðjusamorðingi gengur laus og er tekinn og dæmdur á fyrra dómstigi og næsta dómstigi, æðsta dómstigi, og svo sleppur hann út og brýtur aftur af sér og er aftur dæmdur í héraði og æðsta dómstigi, þá má vísa honum úr landi ef að móttökuríkið vill taka á mótunum, og hvað ef hann er síðan metinn ósakhæfur af því að hann var svo brjálaður, og geðheilbrigðisþjónusta í heimilandans er ekki í samræmi við það sem að honum býðist á Íslandi, verður hann þá sendur úr landi. Svona mál, það sem að þetta er álitefni, er búið að verja núna einhverjum mánuðum og flagga, sjáðu, ríkisstjórnin er að taka á útlendingamálum. Og það pirrar mig, að því að, eins og ég sagði við hérna upp að, ég er orðinn óþolinmóður, þetta má ekki ganga svona áfram, þetta stjórnleysi hérna á Íslandi, stjórnleysi í besta falli, en þess að síendurteknu röngu ákvarðanir, og allir taka einhvern tímann rangar ákvarðanir og allir gera mistök, en það er allt of algengt að hér séu teknar ákvarðanir sem að eru mistök og menn gátu séð fyrir að væru mistök. Það gerist ítrekað. Hlaðvarpið er í samstarfi við Harðfisksverkun Hrafnardals. Þetta eru gæði í gegn, kemur á roðinu, fryst einu sinni og það er nákvæmlega þannig sem að þú færðan. Steinbítur sem er valsaður upp á gamla mátan og þurrkaður í vestfirsku fjallalofti. Ekkert svona eitthvað þurrkklefa rugl hérna. Þetta er ekki eitthvað svona sem að molnar í höndunum, heldur eru þetta bara gæði í gegn. Frábær gjöf fyrir þá sem að eiga allt, en ef þú ert að leita gjöf fyrir afa og ömmu og ert í vandræðum út af því að þau eiga allt, þá að sjálfsögðu gefur þeim bara harðfisk. Til að nálgast þessa gæða vöru þá sendur þú e-mail á hrafnadalur@proton.me. Þetta er líka í lýsingu á þessum þætti þar sem þú getur einfaldlega séð frábæru verðin og séð alla leiðbeiningar hvernig þú nálgast þessa gæða vöru. Eins og Axel Hall og Gylfi Zoega fjallaði í upphafið síns pistil sem mitt samvætti við almannatryggingakerfið, að þetta eru mistök sem að munu augljóslega vera álitin sem slík eftir ekki svo langa tíma. Já, en þá er ekki rætt það út frá innihaldinu, ekki frekar inn í öðrum málum. Þá kom aftur að þessu, sem að við höfum rætt einhvern tímann einn áður, þetta með umbúðirnar og yfirlýstu markmiðin. Allt er í umræðinni hér dæmt út frá umbúðunum og yfirlýstu markmiðum, ekki innihaldinu og raunverulegum áhrifum. Og þegar við erum föst í því, þá komumst við ekkert áfram. Og maður sér þetta ítrekað gerast. Þetta er kannski eitt af nýjustu dæmunum sem þú nefndir. Og ég byrjaði fyrir mörgum árum að nota sem dæmi til að útskýra þetta. Ef að ríkisstjórn kemur með frumvarp sem heitir frumvarp jafnrétti og velferð fyrir alla, og þú gagnrýnir þetta frumvarp og bendir á þá viltu það ekki. Já, samkvæmt þessu þá held ég að þetta munur nú hvorki skila jafnrétti né velferð. Þetta mun líka draga úr verðmætasköpun og velferð í landinu og getur bitnað á jafnrétti.
hvernig bregðast menn við með því útskýra, nei, þetta er rangt hjá þér, sko, þetta mun hafa áhrifin vegna þessa, nei, bregðast við með að segja, sjáu þennan mann, hann er á móti jafnrétti og velferð, fyrir alla. Ég veit að þetta er, Thomas Sowell hefur fjallað um þetta, hérna, það versta við stjórnmála umræðu er að það er einmitt yfirlýstu markmiðin en ekki hérna afleitar afleiðingar sem að við dæmum svona hefðbundin frumvörp af, sko. Við erum alltaf einhvern veginn að pæla í því, ég meina, já, þú getur kallað Kúrani kærleiksbangsa, það þýðir ekki að hann verði kærleiksbangsi, sko. Þetta er svona vitleysa, sko. En hérna, hvernig líst Sigmundi á Sadiq Khan og Zoran Mamdani, sýnir það ekki að það er hægt að nútímavæða íslam í það að þeir verði frjálslyndir og flottir borgarstjórar? Ég kann að meta þessa spurningu, það er skemmtilega stríðnisleg. Þeir eru náttúrulega alveg hræðilegir borgarstjórar, báðir, og hvað sem veldur, en báðir hafa verið óhræddir við að tala svona fyrir sinni heimsmynd út frá trúnni og hvaðan þeir koma og vilja að aðrir lagi sig að því, samfélagi sem þeir stýra lagi sig að því og vilja koma í veg fyrir umræðu, gagnrýna umræðu og eru báðir að því virðist kommunistar eða allavega mjög vinstri sinnaðir. Þannig að þetta er ekki góð blanda eins og við sjáum nú þegar í London og byrjað held ég að raungerast í New York. En þetta ætti að vera bæði þessi tilvik. Ætti að verða til þess að við veltum fyrir okkur á hvaða braut erum við eiginlega hérna á Vesturlöndum. Þegar að menn sem að eru mjög gagnrýnir á það samfélag sem að þeir ætla að leiða, ekki vegna þess að þeir telji samfélagið ekki sjálf sér samkvæmt eða vera að standa sig, heldur vegna þess að það hafi verið of mikið samfélag þessi lands sem það tilheyrir. London hafi verið of bresk eða ensk borg og New York of gamaldags amerísk borg og gagnrýna á þeim forsendum og eru auk þess með galnar hugmyndir efnahagslega, en þeir fá kosningu sem borgarstjórar í þessum 2 höfuðvígjum vestrarnar siðmenningar eða sem voru það. Það er ágefni. Já. Gatsa talar um hérna suicidal empathy. Já, það er ágættis orðalag hjá honum. Það sem að við erum að byggja okkar svona, hvað ég var að segja, grunnstoðir samfélagsins á því að umburðarlendið verður svo mikið að það verður í raun umburðarlendi gagnvart óumburðarlendinu eins og Karl Popper sagði. Já. Ég er einmitt búin að velta þessu fyrir mér lengi. Hver er megin rót þessa alls? Af því að það er ekki hægt að finna rökrétta skýringu. En það getur verið að Gatsat sé að komast svolítið nálægt kjarnamálsins með þessu orðalagi og heiti bókarinnar sem hann skrifaði um þetta. Að fólk sé farið að líta á það sem slíka dygð að vera umburðarlynt, að það fórni allir í rökhugsun. En fyrir vikið er það auðvitað ekki. Það er ekki að gæta hagsmuna, ekki frekar en foreldri sem að hugsa með sér ég vil vera svo læta allt eftir þeim. Það láta allt eftir af því að mér er svo leiðilegt að þér sárni eða þú krakki og verður ósáttuð mig. Þetta er svolítið það sama. Það vantar í þetta, það vantar allt tough love og það vantar líka, ekki síður, heildarhugsun og langtímahugsun. Þetta fólk, þetta woke, suicidal empathy fólk, það getur ekki hugsað til langstíma. Það lifir bara í akkurat þeirri aðstöðu sem að það er núna. Það sér einhvern í sjónvarpinu, einhvern hælisleitanda og ég sé þennan mann sem situr þarna í sófa og segir farið sinni er ekki sléttar og ef ég á að vera góð manneski þá verði ég að styðja þegar þessi maður fá að vera hérna þótt hann uppfyll engin skilyrði. Og þá veltir fólki ekkert fyrir sér hver verða langtíma áhrifin af þessu og hver verða heildaráhrifin. Ef að í hverju tilviki þar sem einhver kemur
og segist koma úr erfiðum aðstæðum eða aðstæðum sem eru erfiðar á Íslandi, að ef þú ætlar að vera góður þá verður að leyfa honum að vera. Hvað endar það? Koma fleiri og fleiri og fleiri. Og þetta fólk, það hugsar ekkit út í áhrifin á heilbrigðiskerfið, á samfélagsgerðina, menntakerfið, fasteignamarkaðinn. Það með öðrum orðum hugsar ekki til langstíma og hugsar ekki með heildarmynd. Það sér bara einhvern einstakling og sem sér ég vil vera góð manneskja. Þannig ég hlýt að segja já. Já, sko, ég líka svo í skjóta einu inni, ég meina það sem að mér finnst kannski vera einkennilegast við margt af því sem við erum að ræða hérna, jú, það er að tala um heilbrigðiskerfið og það er að tala um skatta, það er að tala um bætur og það er að tala um það hvað bara stjórnsýslan í þetta fyrir sem eru 40 milljarðar er náttúrulega eins og þið reyndar hafið verið að benda á sem er náttúrulega hárrétt er að miklu meira af afleitum kostnaði bara heldur en þessar grunnstóðir sem þessi 40 milljarðar, þetta er miklu meira en það. Já. En hérna, það sem mér hefur þóttlega skrítið er að sko eins og Paul Collier hefur verið að fjalla sem er reyndar margir samfélkingamenn eru ánægðir með, þar sem hann er að færa rök fyrir því að ég meina þú breytir samfélagsgerðinni ef þú tekur inn fólk sem kemur frá mjög ólíkum menningabakgrunn og það einhvern veginn alltaf ljúga því að þér að það bara sé bara ekkert mál og þau munu verða svo bara það verður bara svo lítið mál út af því að þau koma hingað og þau bara einhvern veginn takast á við aðstæður og það bara einhvern veginn sjáðu hvað lífið er miklu betra út af því að við erum með hérna þessi vestrænu gildi. Það hefur ekki verið að gerast í neinu Evrópulandi. Og þá var náttúrulega slegið hausinn, já það var þetta því að þú var svo mikill rasisti, þú var svo vondur, þú varst ekki tilbúin að taka, maður bara heyrði, halló. Nákvæmlega, sko. Þessu suicidal empathy fylgir nefnilega sjálfshatur og ég ætti að nefna það áðan, af því það er hinn hliðin á þessum peningi. Það er þetta sjálfshatur þessa fólks á sínum samfélögum og Vesturlöndum sem er náttúrulega svo þversagnarkennt að það er ekki nokkuri átt en á stóran þátt í þessu niðurriföldu því að ef að við hefðum meiri trú okkur sjálfum Vesturlönd en við gerum eða Vesturlönd gera þá væri við þó betur í stakk búin til þess að taka við fólki. En þegar þetta fyrir saman að það verið að rífa niður allt sem að var gott og stóðir þess sem að gerði Vesturlönd svona, skilaði þeim þessum stórkostlega árangri, það fyrir saman við móttöku fólks úr öðrum menningarheimum þar sem að þeirra menningarheimi er gert herra undir höfði. Þá er það bara uppskrift að stórkostlegum hamförum, manngerðum hamförum. Og við sjáum þetta líka hérna á Íslandi þetta, það sem að heilu flokkarnir eru bara í niðurrifi gagnvart öllu því sem að þeir merkja vestrænni siðmenningu eða gamla samfélaginu og svo framvegis. Og þannig getur samfélag bara ekki þrifist og gerir þá engum gagn, hvorki frumbyggjunum nýja þeim sem að tekja á móti. Því að það hafði komið auðvitað fólk hér ár eftir ár frá útlöndum með ýmsum leiðum. Gifst Íslendingi kannski í útlöndum, komið hingað til náms, komið hingað til að vinna og bara aðlagast prýðilega. Og sumir ákveða að flytja aftur til síns heima, sumir vilja gerast bara Íslendingar og orðið mjög góðir og gildir samfélagstegnar og vel tekið held ég hérna völlum. En þegar þú fann að gera það að markmiði að taka inn sem flesta og leið að skipta út menningunni sem fyrir er, þá ert að búa til einhvað sem að verður munum alltaf stórkostlegu tjóni og tjóni sem verður kannski aldrei aftur tekið. Nei, það er mjög sérkennilegt. Ég sagði klukkutími, getur við aðeins lengur það? Já, ok, glæsilegt. Herðu, þá er það skynsemishyggjan. Hvernig myndir þú skilgreina hana? Skilgreina hana út frá því sem að byrja í grunnunum og út frá því sem að ég lýsti á hana að ég hefði svo mikla áhyggjur sem að var í raunveruleika rofið, skortur á tengingu við raunveruleikan. Ef einhvað á að heita skynsamlegt þá verður það í fyrsta lagi þetta að byggjast á raunveruleikanum, staðreyndum og þegar þær liggja fyrir einhvað sem að allt
tiltölulega eðlilegt fólk getur komið sér saman að sé raunveruleiki, sé staðan sem við að eiga, getur verið vandamál, getur verið tækifæri, en ef að staðreyndir málsins liggja nokkurn veginn fyrir, þá hægt að hafa rökræðu hvaða aðferðir eru bestar til að leysa vandamálið eða nýta tækifærið. En til þess að rökræðin virki, þá verður að hafa einhverja staðreyndir til að vísa í. Og þannig hafa menn í gegnum tíðina þetta tekist á pólitískt með til dæmis gamla hægri vinstri fyrirkomulaginu það hvort að stuðningur við tekjulæra fólk muni á endanum gagnast því fólki eða hvort hann verði of mikill og það dragi úr því að það fólk vilji sjálft skapa meiri tekjur. Menn gátu tekist á þetta svona, haft ólíka skoðun á þessu, hvað er jafnvægið í lagið þarna. En voru nokkurn veginn að tala út frá sömu staðreyndum. En það sem að gerði það að verkum að stjórnmálumræða er orðin svona erfið og mér finnst skynsemishyggja ekki lengur verið eins abstrakt hugtak og það hefði kannski verið fyrir nokkrum árum, þetta raunveruleikarof. Því að ég tel að ef menn geta nokkuð komið sér saman staðreyndirnar og halda í raunveruleikatenginguna, þá sé hægt að ræða sig inn á hinna skynsamlegu leið. Svo ég noti aftur dæmi sem ég vek aðeins að áðan, skynsemishyggja í ákvörðunum í skipulagsmálum. Það eru framkvæmdirnar við nýja Landspítalann. Og þar var flest skynsamt fólk komið inn á þá skoðun að eftir að hafa velt þessu aðeins fyrir sér að það væri skynsamlegra að í stað þess að byggja þarna við allar byggingarnar gömlu þessum að miklu vandamál og hvaðina, byggja nýja spítala á stað sem að lægi betur við umferð, það væri hægt að byrja frá grunni, það væri auðveldari aðkoma, það væri hagkvæmari framkvæmd fyrir vikið og ódýrari, það væri hægt að hafa allt tipp-topp, nýjastu tækni á hátækni sjúkrahúsi á besta stað. Þetta virtist bara verið hinn skynsamlega niðurstaða. Þegar þú tókst þetta allt með í reikningin og fleira til. En þá voru einhvað síður margir sem að svöruðu á þá leið að þetta væri kannski skynsamlegast eða hefði verið skynsamlegast. Þá erum við búin að undirbúa hitt svo lengi og við erum búin að setja svo mikla peninga í það og þá aftur kemur dæmið með skynsamlegshyggina. Er það skynsamlegt að halda áfram að eyða peningum, bæta við 200 sinnum því sem þú búin að eyða nú þegar í að gera mistök af því að þú ert búin að eyða þessu 1,5% í mistökin. Með öðrum orðum er það mat þitt að það sé skynsamlegt að 200 falda það sem að þú ert búin að setja í mistökin til að geta klárað þau. Og það sem er nei, kannski ekki. Ég get nú ekki haldið fram að það sé skynsamlegt. En það búið undirbúið svo lengi að ef við fyrum að endurskoða það núna þá tefst þetta alveg endalaust. Og þá bendir maður á já, nú ert að tala fórn á tíma, áðan varst að tala væri búið að fórna peningum. Og finnst þá eiga því að þessi búið að fórna svo miklum tíma þá eigi að fórna enn meiri tíma í þetta, tíma sem hefði nýst annars staðar og nýst betur. Og það komið þetta á daginn að réttlætingin sem að menn fundu fyrir þessu, það er að segja þá réttlætingu að þetta væri búið að skipulega geta svo mikið að gætum klárað fyrir nælla, það reyndist ekki rétt. Að því að þetta tók þetta miklu lengri tíma en menn spáðu og var miklu dýrara af því að þetta var gert á þessum staðum með þessum hætti. Þannig að þarna í fyrra dæminu þá var hægt að leiða mönnum fyrir sjónir gildi skynsemishyggjunar og þeir hættu kannski ekki því að fyrst að það væri búið að
eða 2 milljörðum í undirbúning, þá þyrfti að eða 200 milljörðum í mistökin og þar kikkaði skynseminin en kannski síður í seinandæminu með tíman af því að þar var hægt að höfða til ótta fólks ótt kannski ekki rétta orðið heldur þeirra trúar fólks að stjórnvöld hljóti að vera að gera rétt og ef þau eru búin að eyða miklum tíma í að undirbúa það hljóti sá undirbúningur að vera mikils virði og af því og ennþá mikilvægur atriði í þessu af því stjórnvöld segja okkur að það muni taka miklu lengri tíma að byrja upp á nýtt á nýjum stað þá hlýt ég að trúa því að því ég vil einhvern veginn svona vera hugsun að því að ég vil náttúrulega að þetta gerist fljótt ég vil að það veri staðið við áform að ný Landspítali opni hérna 2020 eða hvenær sem það aftur að gerast í fyrst 2024 þannig að það er skynsamlegt væntanlega fyrir mig að segja já, höldum bara áfram með þetta að því annars getur þetta tafist og tafir eru slæmar já, það að þetta tefjist og það líði fleiri ár þangað til fólk getur komast á spítalann, það er slæmt ég er á móti töfum og þetta er sama eðlis og treystir ekki þjóðinni jú, ég treysti þjóðinni á ekki að leyfa þjóðina að ráða þessu jú, þá að leyfa þjóðina að ráða þegar þú ert í raunin að tala með eitthvað allt annað þetta eru umbúðir þegar að innihaldið er það mun taka miklu lengri tíma en þú segir að byggja þennan spítala þarna á þessum stað og það verður miklu dýra en þú heldur fram og þó að þú sést í stjórnkerfinu að reyna að höfða til þeirra tilfinningafólks að það sé slæmt að tefja þá verður þetta gert hraðar á nýjum stað og hagkvæmari hátt og núna í Evrópumálinu skynsemishyggjan þar hún segir ekki já, við þurfum að leyfa þjóðina að ráða já, ég vil leyfa þjóðina að ráða af því að þá ertu að tala umbúðir ef þú vilt leyfa þjóðina að ráða sínum hlutum gerðu þá lýðræðislegan hátt og gerðu henni kleift að taka skynsamlegar ákvarðanir ef að þjóðin vill gangi í Evrópusambandið og telur það skynsamlegt þá kýs hún flokka sem að vilja gangi í Evrópusambandið en kýs ekki að halda áfram viðræðum og aðlugun við Evrópusambandið með það markmið að fara ekki í Evrópusambandið. Skynsemishyggja með öðrum orðum snýst að líta á staðreyndirnar, hvernig hlutinni raunverulega eru, líta á heildaráhrif og langtímaáhrif. Já. Þá er það næsta spurning. Já, við erum bara í spurningum. Afsakið að ég tek of langan tíma í svör. Þetta er málið það að ég fer alltaf svo mikið flug. Ég ætla að prófa mig áfram í þessu. Já. Að ég fæ alltaf svo ótrúlega margar spurningar. Ég náði ekki að taka inn allar. En og ég er svona aðeins búin að vera of lélegur að spyrja þér. En svo líka getur þetta dreifið úr flæði. En þessar spurningar voru mjög góðar sem þú fékkst. Já, mjög góð. Mun miðflokkurinn draga tilbaka kolefnisskatta og álögur sem telst til loftslagsaðgerða. Ég verð reyndar að segja þannig. Ég var að lesa einhvern ótrúlegan pistil ETS-kerfið það hvað þetta væri rauninni frábært fyrir Ísland út af því við varum svo mikið að taka þátt. Og ég bara, byrju nú við, þú ert bara að fara að borga meira fyrir flugmiðan, þú ert bara að fara að borga meira fyrir birgðaflutningana. Hvernig dettu þér í hug? Þetta er kannski frábært fyrir einhverja ímynd, einhverja aðila sem að geta klappa sér á bakið á einhverjum fundum í alþjóða í heimi, en fyrir Íslendinga er þetta bara galið. En svo þú svarir spurningunni með þessar leiðandi forsendur. Já, svarið er já. Nú er ég fann að reyna að spara tíma, þannig að við náum fleiri spurningum. Þetta var algjörlega fráleitt og eitt af þessum, nú missurum við á stað, eitt af þessum dæmum það að það sé ekki að nálgast hlutina út frá heilbrigðri skynsemi, heldur sýndarmennsku í þessu tilviki, sýndarmennsku sem að almenningur í Íslandi þarf að borga fyrir og þetta var gert þrátt fyrir
að öllum mætti vera ljóst hverjar afleiðingarnar yrðu. Og ég var alveg að brjálast yfir þessu á sínum tíma, eins og reyndar yfir fleiri svona málum, þar sem að menn hafa með opin augun gert stórkostleg mistök. Ég og við í Miðflokknum reyndum mjög mikið að vekja athygli á þessu á þinginu og í fjölmiðlum á sínum tíma. Og þá komið mitt þetta aftur umbúðirnar og þessi tilhneiging fólks til þess að sveiflast meira eftir umbúðum eða frösum heldur en innihaldinu. Rétt eins og með við getum ekki leyft okkur að tefja það að það verið til þjóðarsjúkrahús. Við viljum ekki tefja það eða við viljum hlusta á þjóðina óháð því sem óháð afleiðingunum. Þá í þessu tilviki þá komu svona fullyrðingar eins og við viljum vera þjóð meðal þjóða og síðan umbúðirnar sem fólu í sér mestu ósannindin við erum búin að fá undanþágu. Það var haldinn blaðamannafundur í ráðherrabústaðnum eftir 12 mínútna kaffiheimsókn Ursulu von der Leyen til Katrínar og hún var hérna til að heiðra okkur eða fulltrúa á einhverju Evrópuráðstefnu í Hörpu sem kostaði 3-4 milljarða og menn voru svo glaðir hérna í ríkisstjórninni síðust að fá Ursulu í heimsókn til ykkur heiður að þeir voru tilbúin að fórna þessu máli. En þá, hvað vantaði þá? Það vantaði umbúðirnar eða einhvern svona til þess að róa fólk og fá fólk til að hugsa, já, nú get ég ekki verið að móti þessu. Ég vil ekki tefja, ég vil leyfa þjóðina ráða og allt þetta og hérna var það, Ísland fær undanþágu. Svakalega, var þetta nú gott hjá íslenskum stjórnendum? Ursula hérna bara búin að vera hérna 10 mínútur og ríkisstjórnin búin að semja undanþágu. Í 2 ár. Í 2 ár, sem ekki undanþága. Það er frestur, það er frestur, það var afsláttur í 2-3 ár. Og maður reyndi að benda á þetta. Nei, þetta er ekki undanþága. Þráttur að fyrirsagnirnar var allar undanþága. Þetta er ekki undanþága. Þetta er smá frestur og svo tekur þetta fullu gildi, þetta mál sem að þið þóttust vera búin að verja 200 fundum í að ræða við Evrópusambandið til að útskýra hagsmuni Íslands og að væri algjörlega ótækt mál en þið eru núna að afgreiða með því sem þeim kallið undanþágu og hún leysi þetta er frestur þetta er afsláttur í 2-3 ár og við reyndum meðal að fá fyrirtækin í þetta með okkur til að beita sér og útskýra hvaða áhrif þetta hefði. En mér fannst þau sum í flutningum, það var mismunandi eftir forsvarsmönnum fyrirtækja. Mér til dæmis Icelandair hefði átt að segja frá því á sínum tíma hver áhrifin að þessu yrðu. Því þetta eru þeir búin að reikna það út. En ég held að þeir hafi bara þann daginn hugsað með sér, já, við viljum ekki að hlutabréfaverðið falli í dag. Við verðum bara að vona það besta. Og maður heyrði á þeim, ég er ekki að tala um Icelandair sérstaklega núna, maður heyrði á þeim að ráðherrar hefur fundað með ráðherrum og ráðherrarnir hefur sagt, þetta verður allt í lagi. Og þá ert þú sem stjórnandi fyrirtækis í þeirri stöðu út að reyna að komast í gegnum daginn á þess að hlutabréfaverð lækki og ráðherrarnir er búin að segja þér að við finnum út úr þessu og þið langar að trúa því. Er það ekki skynsamlegt? Þú glemdi skynsamlegheikinni, þú fórst að hugsa með þér, ég má nú ekki vera of leiðinlegur, búið að segja að verið fundið út úr þessu. Og þannig fór þetta í gegn eins og svo mörg þessara mála þar sem að menn gátu gefið sér og í þessu tilviki bara reiknar dæmið út, bara gert áætlun í tölum hvað þetta myndi kosta. Og svo hefði kannski mátt að líta til þess hvernig þetta var kynnt, hver þetta að skila. Þetta átti að skila því að fólk flytti minna milli landa í skipum og flýi minna á milli landa. Það var yfirleitt markmið
þessara refsigjalda. Þannig að ekki kostnaður. Það er bara ein afleiðing af þessu. Markmiðið er að fólk sé ekki að fljúga svona mikið og þar með talið við Íslendingar sem að reiðum okkur á flug og Ísland sem miðstöð flugs yfir Atlantshafið. Og þessu markmið var lýst í skjali þar sem að þetta áhrifin að þessu voru metun og greind og sýnt að árið 2050 sem er nú allt í norðið ótrúlega stutt í að þá yrði flug til og frá Íslandi 25%, 1/4 af því sem er ella án þessara refsiaðgerða. Með öðrum orðum, það á að ákveða það fyrir landsmenn að eftir 24 ár þá fljúi þeir 1/4 þeirra ferða sem þeir hefðu viljað gera. Það er verið að færa samfélagið áratug aftur í tíman, þar sem að bara efnamesta fólkið gat leyft sér að fara til útlanda, bara efnamesta fólkið að efna á því að eiga bíl og það er einmitt næst í þessum ETS-skjöldum. Það eru konur með flugið, þar sem að stjórnvöld þóttust andmæla og svo bjögguðu til platið með undanþánar. Það er búið með skipin, þar sem að stjórnvöld reyndu ekki einu svona að fá undanþágu, þrátt fyrir að það væri útlista hvað gæti duga til þess að fá undanþágu frá þessum gjöldum og svarið frá ráðherranum var þá þetta sem ég nefndi áðan, við viljum vera þjóð meðal þjóða og svo næst eru samgöngur á landi og það er nú aldeilis búið að hækka álögur á þær nú þegar, þannig að menn geta látið sig hlakka til þegar þetta bætist við frá vinum þeirra í Evrópusambandinu. Maður líka skjóta einu sinni inn í út af því að sko, fólk getur alveg verið á alls konar sjónarmiðum, reyndar eru náttúrulega flugflutningar líka mjög mikilvægir en ef við tökum það bara út fyrir sviga að þá er þetta náttúrulega að fara að hafa áhrif á lífskjör beint, óhátt við hvað þú flýgur mikið út af þessum byrðaflutningum sem að við reiðum okkur náttúrulega gríðarlega mikið á. Já. En það mun allt falla þá bara á verð vörunar sem við þurfum á að halda. Þannig að það var að tala um efnamesta fólki. Já. Ég meina, með þessu áframhaldi þá bara mun allt hækki verði á okkur. Það mun gera það, tvímælalaust. Og við bara, já, nei... En til þessi leikurinn gerður, já, þú átt ekki að vera að kaupa svona mikið, segir Evrópusambandið. Þú leigir allt bara. Þetta er skrítið maður. Ég er sammála þessu sko. Ég skil ekki alveg hvernig hagsmunagæslan gat verið svona léleg. Það er örugglega líka eitthvað, ég var nú að tala um þetta við einhvern sem að hefur einmitt sinnt utanríkisþjónustu og hann sagði við mig og við vorum að ræða þetta að svona, maður verður náttúrulega bara svona samdauna einhver ákveðið svo í sletti hypnósi sko. Þegar þú ert komin í þetta kerfi einhvern veginn og já, þetta er svo frábært hjá okkur og við erum í þessu social engineering sko. Ekki spurning og þetta gerist þetta líka í stjórnmálum. Ég man þegar ég réði einn aðstoðarmanninn ég sagði við hann nú er þetta tíman vel þannig til þú byrjar í þessu starfi til þess að reyna átt á því hvernig allt horfir við þér viðfangsefni stjórnmáluna utanfrá því að þegar þú komin inn saman hvað reynir þá ert samt komin inn í búbluna og þú mynd aldrei aftur geta séð hlutina í sama ljósi og þótt maður sé meðvitaður þetta og reyna að vera það í stjórnmálunum þá er maður samt óhjákvæmilega með annað sjónarhorn heldur en fólki sem er fyrir utan stjórnmálin og til að mynda eins og í þessu sem vorum að ræða áðan með TS og það því mér var svo heitt í hamsi yfir þessu, það væri verið að gera sem mistök og ég var búin að nota hvert tækifæri í þinginu eða í viðtölum annars staðar til að reyna að benda á það en á þeim tíma var almenningur ekkert svo upptekinn að þessu og þegar komir á þeirra í viðtala að segja þetta verður allt í lagi eða við fáum undan þá bara svo auðvelt að trúa því
þannig að maður lendir í því yfirlega sem stjórnmálamaður, allir stjórnmálamenn lendir í því að fara að ímynda sér að fólki fyrir utan stjórnmálabúbluna sé að meta hlutina á svipaðan hátt og þeir sjálfir og þetta er eitthvað sem maður verið stöðugt að reyna að passa sig á en í embættismannakerfinu og stjórnkerfinu þar erum við líka í búblu en þar skortir þetta aðhald það skortir þörfina fyrir að reyna að gera sér grein fyrir því hvernig hlutinir horfa við fólkinu fyrir utan. Það ert ekki að láta kjósa þig. Þú ert bara komin inn, þú ert orðin hluti af hópnum, að búið að innvíja þig, þú ert með tryggt starf, góð eftirlaun, góð kjör, má ekki reka þig og þá getur búblumenningin orðið alger. Já, og svo kemur kulnun náttúrulega ofan í þetta. En við þurfum eiginlega að fara að ljúka þessu, sko, við náttúrulega verðum mörglega að þú verður skammaður fyrir að hafa ekki meira að vera að plugga Ara Edwald sem er náttúrulega ykkar oddviti núna í Reykjavík. Ég leit nú svo að þú væri þáttastjórnandinn og ég ætti að reyna að bregðast Við förum bara alltaf á svo mikið flug. Það er líka, það er gæðamerki, vil ég meina, þegar því að núna hef ég tekið slatta viðtölum. Það er ákveðið gæðamerki þegar ég gleymi einhverju, því að þá einhvern veginn nær maður miklu betra flæði. Og það er hlustendaværna, sko. Ég hef alveg fundið fyrir því að þegar maður er með viðmælendur sem kannski maður er ekki alveg jafn miklu flæði við, að þá mann maður allar spurningarna, sko. Já. En gott að þú nefndir þetta og er ekki einfaldast fyrir okkar að vísa í frábært viðtal þitt við Ara Edwald. Fekk mikið viðbrögð, alveg svakalega. Já, ég trúi því. Frábært viðtal og frábær frambjóðandi sem er með allt sem þarf í að vera borgarstjóri þó hann sé hóvær sjálfur og segist nú bara að vera að bjóða sig fram til að vera borgarfulltrúi, þá held ég að hann sjálfur maður í að berga þessari borg og ekki vanþörf á. Já, og sko, mér langar sérstaklega kannski að spyrja þig, látum það bara vera svona með seinni spurningunum. Sko, með hann, og ég veit þú getur kannski ekki alveg svara fyrir hann, en mér langar satt líka sko að setja í samhengi við raunverulega stefnu Miðflokksins svona heilt yfir, bæði þá í borgarstjórnarmálum, sveitarstjórnarmálum og í landsmálunum. Er sko, þú veist, sjáu þið fyrir ykkur að opinberum starfsmönnum verður sagt upp og það er núna náttúrulega þekkist það bara vel að það er mjög mikið að fitu innan Reykjavíkurborg, það er alls konar vitleysa í gangi en maður hefur kannski endilega heyrt það mjög skýrt frá Miðflokknum hvort að þeir heykist bara, herru, við ætlum að reka hérna opinbera starfsmenn sem ættu að vera að gera eitthvað annað. Já, það mun þurfa að fækka opinberum starfsmönnum og það ekki hvað síst við í Reykjavík það sem að menn hafa verið uppteknir við það stjórnvöld að búa til ný hlutverk bara til að geta fjölgað fólki en ég held að það sé kostur fyrir alla, það er kostur fyrir öflugu opinberu starfsmennina embættismennina sem að fá þá að njóta sín en betur og það er virt við þá að þeir standi sig og það er líka kostur fyrir hina að fara þá að gera eitthvað sem er meira skapandi og býr til meiri verðmæti fyrir þá sjálfa og vonandi samfélagi líka. Því að þegar að báknið vex þá er ekki hægt að taka á því öðruvísi en að taka með annars starfsmannamál. Og nú geta menn velti fyrir sér opinberir starfsmenn, hvort þeir telja sig vera mikilvæga og öfluga starfsmenn og ættu þess að kjósa Miðflokkinn eða telja sig hugsanlega verið í einhverju hlutverki sem að þeir ætti ekki endilega verið í og bæti ekki miklu við og ætti þá jafnvel líka kjósa Miðflokkinn til að fá frelsi. Já, við sjáum til hvernig þetta fer. Þetta verður alltaf spennandi. Það það er svona, þeir eru í ákveðinu sko með við það hvernig þeir eru að mælast þau í landsmálunum og það er náttúrulega ákveðið sóknartækifæri fyrir ykkur og það er spennandi að sjá hvernig Ara tekst til að taka á kappræðum og fleira því líku. Já, ég hef ekki áhyggjur af því, hann mun standa sig vel í því og ekki síður þegar hann fer að stjórna hlutunum hérna og laga það sem að aflögu hefur farið allt of lengi núna í Reykjavík. Það eru fínustu loka orð og ég mæli líka með þessi þáttur hefur fengið mjög mikil viðbrögð og eins og ég var að segja við aðan, sko, sérstaklega með klippurnar, þær alveg tóku risastökk þannig að fólk hefur allavega áhuga. Góða klippur, það verður áhugavert að sjá
hvernig þú ferð með mig í þessum klippum mínum. Ég ætla að hef með nóg af efni þannig að þegar þú varst að tala um ESB allavega. Þetta verður spennandi. Sjáum hvernig þetta verður. Sigmundur Davíð, takk æðislega fyrir að koma. Takk fyrir mig. Ævinlega. Það er gaman að koma til þín. Alltaf gaman. Hérna, við gerum þetta fljótt aftur. Takk fyrir næst. Takk, bless.